Sturlungaöld var ekki heil öld, heldur nokkur áratuga tímabil á 13. öld, þar sem geisaði í landinu innanlands ófriður. Við getum eiginlega talað hreina borgarastyrjöld. Og hana dreymir að fæddur sé drengur í Hjarðarholti og að hann muni heita Vígsterkur. En nú finnst okkur í fjölskyldu minni, Sturlungunum, hann vera eiginlega bara siðblindur glæpamaður. Hvað finnst þér um það? Já, ykkur finnst það, ykkur Sturlungunum. Nei, ég er bara alls ekki sammála því. Mér finnst hann bara stórbrotin persónuleiki, hann var grimmur, hann var klókur, hann hafði ekki áhuga á yfirráðum yfir landinu. Hann er bara að hugsa sitt veldi. Sigur Hansen, nú hefur þú unnið hér þrekvirki á þessum stað og komið upp hér í Kakkalaskála og hér í túnfætinum er minnismerki Högsnesbardaga. Svo þú hefur lifað og hrært í þessum sögum og velt þeim mikið fyrir þér hér tíðina. Hver er þinn uppáhaldspersóna í Sturlungu? Já, það er náttúrulega alveg dagljóst að það er Kakali. Árið er 1238. Sturla Sighvatsson hefur farið sína örlagaríku ferð að Apavatni og vakið upp þennan sofandi risa sem Gissur Þorvaldsson er. Gissur Þorvaldsson er komin í bandalag við Kolbein unga sem er algjörlega andsnúinn Sturlungum og þeir ætla að snúast saman til varnar. Og þjóðin veit að það er að renna upp örlagastund. Fólk dreymdi stórdrauma allt land, segir, og komu upp miklar vísur með fyrirboðum ógæfu. Já, það er rétt. Þannig að fólk vissi að það væri mikilla tíðinda von. Flestir réðu á einn veg. Já,